komin með svona pottablómaæði. Fekk í fyrra nokkra afleikjara hjá konu hérna í bænum og síðan þá er ég búin að sanka að mér, sko, ég held ég sé með 17 eða 20 pottablómina. Ekki 17 eða 20 gerðir heldur, þú veist, gati ég ekki almennilega, þú veist, annað en gróðursett alla afleikjara sem ég hef fengið og ég held til dæmis ég sé með 5 eða 6 peningablóm til dæmis. Að því að mér langar svo mikið í pening. Talandi pening. Ég var með svona tilboð á vefnum hjá mér í gær, á Singles Day, 11.11. Og ég var að stúsa í því allan daginn og var alveg að milljón, það var alveg bara hellingur að gera. Og svo kvöldi þá settist ég í sófan og ætlaði aldeilis bara að fara að glápa á einhvað kjaftaði í sjónvarpinu þegar ég opnaði tölvuna og bara keypti helling. Hvað er að frétta? Þú veist, ég ofkeypti pottið. Keypti samt, þú veist, líka nauðsynjavörur, þú veist, úlp og strákin og svona, en þú veist, ég ofkeypti pottið. Ég mun þurfa að vera með tískusýningu í þessum þætti á því sem ég keypti. Bæði vei bara á mig, fattar við. Jú, einhverju jólagjafir, auðvitað. Þetta verður bara svona léttvæs þáttur. Ég er að gera ótrúlega marga spennandi hluti, ekkert af því sem ég get beinlínis sýnt þér akkurat núna. Út af því að það jóla- og aðventudagatals season núna. Í þessari viku, eða þú veist nú komum 50 dagur, út þessa viku og yfir helgina og í byrjun næstu viku þá mun ég klára að pakka því sem að í jóladagatölin fer og senda það út og ég ætla alveg að sýna þér hvað verður í dagatölunum, bara þú veist, í desember. Ég er ekki að fara að opna þetta allt saman og bara, já, þetta er í, að þetta er nefnilega leyndó. Og ég er líka að gera í Edda í Gatbúð Eddu, ég veit ekki, ætli Edda í Gatbúð Eddu sé títtnefndasta manneskjan í mínu podcasti. Ég heiti bæði við Kristín og er handlitarinn í Vatnsnesjarn. Það er hægt að finna mig allstaðar undir bara Vatnsnesjarn. Ég er að meina á Instagram og Facebook og YouTube og allstaðar. Já, hún setti svona áskriftarpakka í sölu daginn, klikkað vinsælt og það eru þetta leynd og hvað er í áskriftarpakkanum sem er ógeðslega skemmtilegt. Ég er reyndar búin að sjá tvennt sem verður í og það er allt saman ógeðslega sætt og ógeðslega flott. Ég lita gatni sem fer í þennan pakka. Það verða sem sagt 2 litir sem eru nýr og ég get ekki sýnt þér. Þú veist, hálfpartin út af því að ég er ekki einu sinni búin að lita það. En svo finnst mér líka frekar töff að ég sé að gera eitthvað svona sem að ég má ekki sýna. Því að það er eiginlega aldrei að ske. Nú, ég litaði samt, talum það á eftir. Ég ætla að fara bara fyrst í klár og verk í vinnslu sem að verði mjög fljótgert út af því að það er bara 1 klár og það er í raun og veru klár sem ég gleymdi að tala um í síðasta þætti. Ég er búin að ákveða að þetta verði season 2, þannig að síðasti þáttur var fyrsti þátturinn í season 2 og þetta er annar þátturinn í season 2. Ég gleymdi semst að sýna þér þessa fabulous húfu. Ég man ekkert hvaða munstur þetta er. Ég held kannski mögulega þessi hattur eða þessi húfa heiti Helga. En ég skal setja þetta í handrita þessum þætti. Það sem er merkilegt við þessa húfu er að hún er úr Suri alpakka garni. Það er geðveikt, það er yndislegt. Suri alpakka er í raun og veru bara tegund af alpakka dýri sem er mun sjaldgæfara dýr heldur en hin tegundin sem heitir Huasia eða eitthvað þannig, veit ekki alveg hvernig það bera það fram. En allavega hana, Suri alpakka og man ekki Merino held ég, 50-50 er þessi blanda. Ferlega mjúk og svona einhvern veginn, veit ekki alveg hvað ég að segja, þú veist, með áferðina. Hún er bara mjúk og þétt og líka dreipí. Ég var að ræða það eitthvað. Ég á samt eftir að ganga frá þessu, en ég ætla samt að segja þetta sé, hvað heitir það,
finnist, eða þarna búið verkefni, klár. Skemmtilegt munstur í henni, bara svona auðvelt, þú veist, slétt og brauðið munstur. Og ég var alveg hrifin af þessari úrtöku hérna í kollinum. Þess tón ágætt. Ég hef ekkert haft neina sérstaka skoðun á úrtökum í húfum hingað til, en núna hef ég það. Og finnst sko fyrir mig sjálfa þetta form mitt vera frekar næs. Það sem verk í vinnslu, það hinn fagra Wintersol peysa sem nánast búin, þú veist. Ég var búin að ákveða með mér að það væri þannig að meðan ég að gera jóla- og aðventudagatölin og þú veist, bara vinna, ég meina, þú veist, það eru kannski fæstir actually að vinna við að prjóna. Maður hefur aðra vinnu og verður stundum að láta vinnuna ganga fyrir og þú veist, ég meina börn, kannski. Þú veist, hún sem sagt búin. Ég held mögulega, ég hefði getað komist upp með að gera hana einni stærð minni. Ég að gera large. Ég fíla ekki svona þröngar peysur. Næ, ég held ekki ég fíla þær og þú veist, apparently þá finnst mér bara eins og ég vilji vera í einhverju víðu og stóru. En ég gerði fyrri ermina of síða. Ég held ég hafi bara eitthvað klúðrað að hafa ekki talið þú veist, lykkjurnar efst áður en ég byrjaði að fækka úr. Ég ekki búin að telja hversu oft ég tók úr, en hún of síð. Og ég íhugaði hvort ég ætti kannski bara að sleppa þessu, þú veist, en mér finnst þetta vera eiginlega svolítið mikill partur af þessari jólapeysu, að það sé, þú veist, munstur. Þá meini ég líka á ermunum. Þú veist, það líka munstur neðst. Bara sama munstrið þetta. En mér finnst að þetta jólapeysa, að það vera munstur, ekki bara í byrjustykkinu. Og hinn ermin, ég veit ekki, hún alveg rétt í lengdinni, en óvart þá ég með einni og fáa lykkju í þannig ég þarf hvort sem ég þarf að gera eitthvað við þetta. Og ég mun gera það. Bara, þú veist, leið og ég kemst í það. Ekki það, þú ert ekki alveg bara, hvað af þér? Að vera ekki búin að prjóna þetta, þú veist, what a disappointment. Nei, ég held ekki að þú sést þar, sko. Það sem ég hef hins vegar verið að í síðasta þætti sýndi ég þér sokka sem ég hafði prjónað. Og þeir sem sagt, ég ætla bara að fá að lyfta upp fyrst sokk úr sama gatni samt í öðrum lit sem að enginn hefur verið í, þú veist, ég ekki alveg búin með hann, þú veist, ég eftir að ganga frá hælnum og þú veist, ég bara búin með hann á öðru leitiskunum og eftir að ganga frá, ætla bara svona aðeins að þetta svo fallegt og slétt og fellt og svona eitthvað, þú veist, að því við erum að gera tilraun, ég og herra skrúðungur, með þetta gat sem að hann fullyrðir að þetta séu bestu sokkar sem að hann hefur gengið í. Ég var alveg, já, þú veist að segja þetta bara því að þú veist, þetta gatnin sem ég að lita og svona, hann bara nei, ég grínast ekki. Frá og með síðasta þætti sem að ég gerði fyrir 2 vikum síðan eða eitthvað svoleiðis, þá hann búinn að vera í þessum sokkum upp á hvern einasta dag og nei, það búið að þvo þá, hann ekki búinn að vera í þeim óþvegnum af því að það væri viðbjóður. Sem sagt, þetta sokkaböðull dauðans. Hælarnir á honum, iljarnar, ég var að skipa honum daginn að fara og raspa þetta og fara í fótabað og nota krem og eitthvað því að þú veist, dude. En allavega hana, sokkarnir líta svona út í dag. Ég veit ekki, finnst þér að vera ótrúlega, þú veist, fór ég yfir strikið að sýna skítu og mannasokka, nokkuð. En það sem að maður ánægður með að, þú veist, auðvitað pínu, þú veist, svona, hann ekki í þessu inni, sko. Hann hann að smíða núna og í göngu, sko, allan daginn. Og gott betur. Og svo, já, þannig að það, ég að meina því að það ekki, þetta ekki innisokka ívera. Heldur, þetta vinnusokkar, fattar mig.
og svo er ég búin að þvoða ég er búin að þvoða einu sinni vel, bara dömpaði þeim í þvottavélina með bara einhverjum þvotti, ekki á suðu náttúrulega, bara það var 30-40 gráð hita eða eitthvað svoleiðis. Og sem sagt, og einu sinni búin að handþvoða þá og það sér ekkert á þeim. Á ég, þeir eru náttúrulega ekki alveg tandurhreinir og það er búið að vera mjög mikið í þeim núna. En það er ekki einu sinni komið brot í blað, sko. Það er ekkert, oftast fara hans sokkar í sundur hérna á aftan á hælnum, en það er bara ekkert að ske. Ég bara get ekki verið annað en ógeðslega geggjað impressed af þessu garni. Og þú voru að athuga að þetta er í fyrsta skipti sem ég er að nota sokka úr svona garni. Ég á líka sokka úr BFL nælon og það er undursamlegt. Hendi þeim líka bara í vél, eða þeir fóru óvart í vél og bara eru alveg eins í laginu og það er bara ekkert að ske. Sjálf er ég yfirleitt bara í svona sokkum. En ég er ekki svona mikill sokkaböðull og núna eftir að ég er búin að fá fleiri, sokka úr merinullanælon eða BFL-nælon, þá finnst mér þeir ógeðslega þægilegir. Og þeir eru líka flottara því þeir eru úr fallega lítið garni. Nú, þetta var sagan á sokkunum. Ég veit ekki hvort ég á að láta hann vera í þessu bara þangað til að kemur gat. Það væri áhugavert að sjá hvenær það væri, hvort það er eftir viku eða ár. Sjáum til. Og það með að prjóna sína eigin sokka á móti því að kaupa ullarsokka, eða hvað er ég að reyna að segja? Það er að ekki öllum finnst vera bara forsvaranlegt að nota milli 3.000 og 4.000 í eina garnhespu og prjóna úr þeim sokka og vera svo í þeim bara eins og enginn væri morgundagurinn. Ég er búin að hugsa svolítið þetta að því að þegar þú prjónar sokka úr íslensku ullinni og bara fyrir enga muni ég elska íslensku ullina, ég er í ullapeysu á hverjum einasta degi eða lopapeysu og er yfirleitt alltaf í lopasokkum úr íslensku ull. En þegar maður er að tala kannski sokka þar sem að viðkomandi er sokkaböðull og þegar fólk er hrjúft á fótunum eða er í ullasokkum allan daginn í vinnuskóm eða einhverju þannig eða út að labba, að þá er mjög fljótt að koma gat á íslensku ullina. Hún er mikið ódýrari heldur en þetta, allavega þess að getur keypt bort í búð. Það sem ég er að meina er, og náttúrulega líka á móti ef þú kaupir þykka sokka sem eru verksmiðju framleiddir og ég er ekki endilega að tala prjóna eða ekki endilega ullarsokka eða þú skilur hvað ég á við. Það sem ég vildi segja er, frekar myndi ég vilja kaupa hespu á milli 3.000 og 4.000, prjóna hana sjálf og vera svo í sokkunum ef ég veit að þeir duga mjög vel og ég veit að það var engin annar sem þurfti að blæða úr fingrunum til þess að prjóna einhverja fjölda framleita sokka bara svo mér geti verið hlýtt á tánum. Þannig að mín niðurstaða í einhvers konar hugsunargang sem ég er að þróa með mér, er ekki beint hugsunarháttur sem ég hef haft alltaf, er þetta að vera sustainable eða vera sjálfbær, ég veit ekki alveg hvort það er rétt á orðið, en að vera eins konar, gera sitt sjálfur, fattarðu, rækta sinn eigin mat, þó að það sé ekki hægt að gera það að öllu leyti, að gera það að einhverju leyti, sauma sín eigin föt eða á krakkana, prjóna sína eigin sokka. Og þetta verður maður að nota peninga í þetta allt. Ég meina, gerir maður eitthvað á þess að nota pening? Fyrir mér er það frekar mín eigin vinna sem ég vil traðka á og nota peninga í heldur en annarra manna eða heldur en kannski eins og einhvers konar barnaþrælkun í útlöndum eða eitthvað svoleiðis. Að þessu sögðu, þá eru öll fötin mín ekkert eitthvað svona, ekki úr H&M. Þú veist hvað ég meina, er það ekki? Þetta er bara eitt af því sem ég get gert og ætla að gera.
það sem ég hef síðan verið að lita undanfarið, fyrir utan jóladagatal og pantanir og heildsölu pantanir og eitthvað svona dót, þá ákvað ég að leika mér aðeins með DK-gat. Og hellingur af því fór á 11.11 eða Singles Day útsölunni í gær. En alltaf þegar ég ger eitthvað svona, þá óhjákvæmilega, eins og bara dagatalið og svona þegar ég er að leika mér, að þá koma nýjir litir til sögunar. Ég setti saman nokkur svona sett með sem sagt 4 DK-hespum í, sem væri kannski hægt að nota í til dæmis, hvað heitir það, sóldotna eða svona kropppeysur, eða þá krakkapeysur eða þú skilur. Og þú veist, þetta er líka til þess að þú getur bara farið þarna inn og skoða því, ég meina, þú kannski sérð einhverja samsetningu eða samsetningu við hliðin og annarri samsetningu og bara, hei, þarna er eitthvað. Þetta er sem sagt Bird Dogs, þessi hérna. Og annar dekkri sem að ég er ekki búin að skýra en finnst alveg sjúkur. Ég er eitthvað í dökku litunum þessa dagana, þú veist. Þetta er þá þessi 9 dökki Bird Dogs og svo allt kring hérna númer 3 og svo Now I Get It. Og svipað að segja svona gráa tóna. Þar er komin einn nýr sem heitir Kólamóli. Þú veist, þetta er líka satisfying. Þetta er það Kólamóli, In Between, Greiftistein og Dröfn. Já, eitthvað svakalega fyrir dökka liti þessa dagana. Eða kannski bara allt þetta ár. Ég litaði líka fullt af BFL DK-gatni. Og það er svona í þessum lita hring, eða þú veist. Þessi hérna er Ginger in the House sem er einn af jólalitunum. Og þessi kom síðan og heitir Chestnut. Og hann er bara ég styrlast. Þeir sem eru fyrir svona liti, bara hvað er að frétta? Þetta er eitthvað svona raskat. Þetta líkir rosalega, þetta líkist mosa og jafnvel bara á myndinni er þetta mosi. En þetta er samt ekki alveg það. Þetta er ekki alveg sama blandan. Þetta ég veit að það er þannig, en þú veist, ekki myndavélin. Anywho. Og þetta er allt til sölu á vefnum hjá mér, As We Speak. Þú veist, As We Speak 12. nóvember 2020. Og mikið fleira til, þú veist. Ég fór líka út í blátt húbla og er það með svona tilraunalit. Þá er ég með Moonlight Shadow, aðeins ljósari bláan, samt þú veist í svona navy bláum, ægir og saltwater. Já, í síðasta þætti þá var ég að tala um það að við værum að safna í bleikan október. Það fór líka svona geðveikt vel fram. Það var, mér fannst viðtökurnar vera geðveikar og ég er búin að setja þetta í dagatali fyrir næsta ár og ætla að hóa í píurnar í FFK, Félag fljótvarna kvenna, í að, þú veist, gera meira úr þessu, þú veist. Við söfnuðum 90.000 krónum á einni viku í því formi að ég gaf 20% af sölunni og þær gafu heildar uppeðan af uppskriftunum sem þær hefðu gert í geggjunsnatri, bara uppskrift út með að do it. 90.000 sem ég gat síðan millifært til Krabbameinsfélagsins. Svakalega ánægð með það og bara kann öllum þeim sem keyptu alveg bestu og innilegustu þakkir fyrir að hjálpa okkur með þetta. Af því að þú veist, hver er maður að maður getur ekki gefið neitt á móti eða gefið neitt frá sér, fattarðu? Aftur, þú veist, margt smátt, gerir eitt stórt. Og þetta gátu við. Þessi þáttur verður síðan bara ekkert mikið lengri. Nú er það þannig að krakkarnir eru búnir í skólanum klukkan 1. Núna 50 og föstudag út af því að það bara gætir svakalega þreytu í skólanum. Og eldri, sem sagt, 9. bekkurinn hér, að þau eru það mörg, þau hafa þurft að vera með helmingin af þessum 2 vikum sem þessar aðgerðir hafa staðið yfir.
þau þurftu að vera með grímu allan daginn í skólastofunni, þangað til að þau voru færð bara í safnaðarheimilið hérna. Sem að mér ást vera frábært og mér ást vera yndislegt hvernig allir eru bara að sníða stakkin, víkka út þar sem þarf og þrengja þar sem að er. Þannig að þau eru búin núna eftir nokkra mínútur og lífið snýst svolítið þegar mikið er að gera að nýta allan tíma vel. Ég ætla bara að húrra mér þá núna í að klára að pakka aðventu og jóladagatalinu. Alltaf þegar ég hef verið að lita fyrir aðventudagatali þá ger ég alltaf auka. Það til þess að ef að það er galli í einhverju hespu þá hef ég allavega eitthvað upp að hlaupa. Sýnist, í fljótu bragði að það gæti verið að það verði kannski nokkur til sölu þegar ég er búin að sjá, þegar ég er búin að pakka öllu og fullvissa mig að ég sé ekki að gleyma neinum, að þá getur verið að verði nokkur stykki til sölu, bæði af þar sem eru 24 mínihespur í til að opna frá 1. til 24. desember eða þá svona með 5 pökkum sem að maður byrjar þá að opna á 29. nóvember á 1. í aðventu og opna svo á sunnudögum, já, þannig að það gæti verið að það detti inn eitthvað ef að þú skildir hafa áhuga. Annars ætla ég bara að kveðja í bili og það mætti reyndar alveg gauka að mér. Það er ekki þannig beint að ég hafi ekki hugmyndir hvað ég mun vilja tala en ég vil líka að þættirnir séu eitthvað sem að þú hefur áhuga á og ef það er eitthvað sem þið langar til að vita meira eða ég meina það má vera hvað sem er mín vegna, ég svaraði þá bara eða ekki, að þá bara endilega láta mig vita. Þakka fyrir samveruna þó stutt hafi verið. Sjá sér!